Á landnámsjörð í Ölfusi stendur bærinn Hvammur. Þar búa þau Pétur Benedikt Guðmundsson og Charlotte Clausen og stunda saman búskap. Í þessum þætti ætlum við að kynnast þeim og þeirra búi. Pétur fæddur í Hvammi árið 1959 og hefur búið þar alla tíð. Hann tók við búinu af foreldrum sínum, þeim Guðmundi Bergsinni og Þrúði Sigurðardóttur árið 1997 ásamt konu sinni Charlotte. Foreldrar mínir komu hérna 1952, settust hérna að og við erum 10 systkini og við erum flest alin upp hér í Hvammi. Charlotte sem fædd árið 1972 átti ekki von á því að verða bóndi, enda alin upp í borginni Holstebro í Danmörku. Hún kom til Íslands árið 1993 og settist hér að fyrir tilviljun. Ég var með vinkonu hérna sem var au pair. Ég ætlaði að fara að heimsækja hana og fannst það svona stutt að bara heimsækja henni yfir helgi eða eitthvað. Svo hún fann vinnu fyrir mig hérna á þessum bæ og ég kom og var hérna og við vorum saman yfir sumarið og svo fór hún heim en ég var bara eftir og við verðum hérna síðan. Kúabúskapur hefur verið í Hvammi frá því að foreldrar Pétur sáu reksturinn og í dag þetta eini bærinn í Ölfusi sem stundar slíkan búskap. Pétur hóf að sinna rekstrinum í félagi við foreldra sína þegar hann var tvítugt. Hann og Charlotte tóku síðan alfarið við árið 1997. Þau létu reisa glænýtt 67 kúa fjós sem þau tóku í notkun í lok ársins 2016. Það svona 62-3 sem að mjólka núna, nokkra geldir hérna inni sem að fara að bera. Við erum með gelkýr og yngri kvígus og hérna inn í gamla fjósi. Það 17 básar það fyrir það. Þrátt fyrir að hafa byggt glænýtt fjós ákváðu hjónin í Hvammi að setja ekki upp mjaltaþjón og á þeirra sögn furða sig margir á því. Við erum með mjaltagrifju, 2x4, við mjólka 8 í einu og við byggðum hann fyrir 20 ára síðan. Við erum ekki með mjaltafjón, við notum bara gamla mjaltagrifjun okkar og ætla að gera það aðeins lengur. Við gerum ráð fyrir að einhvern tíma kemur róbot, við erum búin að gera pláss fyrir hann á allt einn. Ég hafa gaman að mjólka, mér finnst það gaman, svo ég ætla ekki að láta einhver róbot taka það frá mér. Ekki alveg strax, kannski þegar maður þreytt í skrokkinu eða eitthvað, þá það kannski fínt. Eins og Charlotte segir þá finnst henni skemmtilegt að mjólka kýrnar, en hins vegar nýtir hún sér tæknina við að losna við skítverkin. Við fengum okkur sköfuróbot sem mjög fínt. Það fær ekki að skafa þennan skít. Við fengið svona opnulega gluggar og það svona náttúrulega loftræsting. Inn í gamla fjósinu var við með vifta sem alltaf var í gangi og alveg að gera mann vitlaus að þetta háaði. Það bara mjög góð breytingi finnst mér. Kúnum ekki hleypt út á veturna en á sumrin ráða þær sjálfar hvort þær séu inni eða úti. Charlotte segir að kúnum líði augljóslega vel í fjósinu og að það komi sér á óvart hvað þær kjósi ofta að vera inni þrátt fyrir að úti sé glampandi sól. Stundum það mjög gott veður en kýrnar inni þá það kannski mikið sól eða fara ofta inn að leggja sig yfir nóttinni líka. Þau finna það út úr því alveg sjálf. Hjónin í Hvammi ákváðu að gera upp og halda við þeim húsakosti sem fyrir var á bænum. Þegar því verkefni var lokið var farið í að byggja nýja fjósið. Elsti hlutinn af fjósinu byggður 1930 og síðan byggir foreldrar mín við 64. Við byggjum við mjólkaraðstöð og mjólkurhús 97. Það voru 47 básar í fjósinu. Við vorum búin að breyta því í legubása og með gefaðstöð í gamalli hlöðu og þetta var dálítið þröngt allt saman. Annaðhvort var þá að draga saman og aðlaga sig að nýjum reglugerðum í gamla hlutanum eða bara hreinlega taka stökkið og hanna nýtt fjós og taka bara pakkan alveg til enda sem við svo ákváðum. Við ætlum að breyta gamla fjósið í burðarstígu og sjúkrastígu og smákálfastígu og það allt járnið og allt að bara ræða upp, svo þetta allt að koma. Í nýja fjósinu einnig aðstaða fyrir 60 ungneyti. Við höfum verið að feikra okkur yfir í kjötframleiðslu núna á þeim gripum sem fæðast á búinu. Ég hef alltaf langað að fara út í nautaeldi bara til þess að fá ekki senda gripinu frá sér og geta fylgt þeim eftir svona. Mér finnst það yndislegt. Það svolítið fyndið með naut. Við erum með 67 kýr og við séum svo leipa ein kvíga yfir, bara ein, svona bara lappa hérna inn svona og sé nautinu það. Þá verða tónleika hérna hinum megin. Það komið ný skvísa hinum megin. Annars það sko alveg róleg. Alla línuna, aldrei læti, bara hvað þau eru glögg að sjá, hvað sker hérna hinum megin. Það svolítið skemmtilegt. Já, nautgripir eru kostulega skepnur. En hvort vegur nautgripauppeldi eða mjólkurframleiðslan meira? Mjólkurframleiðslan. Nautgriparæktin ennþá bara svona svolítið skemmtilegt. Ég skila sig kannski ekki eins mikið í buddunni ennþá, en vonandi gera það bara seinna meir. Já, mörg nú búmanns raunin og margt hefur breyst varðandi kynjahlutverk á síðustu árum. Það má glögglega sjá af verkaskiptingunni í Hvammi.
klukkan hringi 5:30. Ég fara á fætur og fara út að mjólka. Péturs hjálpa María, dóttir okkar, í skóla. En það þótti mjög skrítið þegar ég fór að senda börnin í skóla og vera heima á morgnana. Föður mínu þótti að þetta nú ekki búmannslegt að mér að vera að gefa litla sínu mínum morgunmat heima meðan konan var að mjólka. Svo kemur hann þegar skólabílinn er búinn að sækja hana og svo klárum við saman. Svona miðjan daginn þá erum við að gefa og þrífa og bæta hér og þar. Það er svo alltaf eitthvað annað að gerast. Svo mjálta aftur svona 5-leyti. Hvernig gjöfum háttað? Við gefum bara 10 rúllu inn í einu, þriðja hvern dag. Svo dreifum við bara úr þessu svona á hverjum degi. Charlotte segir íslenska kúastofninn vera einstakan og þá sérstaklega varðandi litarfarið. Hún segir jafnframt að hún myndi gjarnan vilja að kýrnar væru stærri og með aðeins betri skapgerð. Sumir svolítið svona sprigla svolítið mikið, en annars líka mér mjög vel við það. Myndirðu vilja blanda stofninn við einhvern annan stofn? Ég er alveg til að blanda sko. Við getum ekki sagt annað á okkur bæ, við erum blönduð nú þegar, en mér finnst það sko áhugavert. Og ef maður skoða til dæmis Holstein-kýrnar úti þá eru stórir og miklir og mjög rólega. Það finnst mér alveg sko skemmtilega grípi sko. En þau eru náttúrulega allt eins sko, það er bara allir svart og hvítir. Þetta er landnámsstofn hérna, þá á þjóðin, sko íslenska þjóðin, hún á að halda honum hreinum. En þá er spurningin, er það okkar skylda sem að búum með kýrnar, erum við að lifa kúabúskap, hvort það eru við sem eigum að halda honum hreinum. Þarna er kannski stærsta spurningin, ef okkur verður svo hent út í samkeppni við aðra þjóðir. Við stöndumst hana ekki, það er bara borðleggjandi. Það er verið að framleiða mjög góða landbúnaðarvörur hérna í kringum okkur. Það er mjög ódýrt að flytja það til landsins. Við vorum út í Danmörku í desember og við hittum danska bændur og vorum til dæmis að spyrja að því þegar kýrnar þeirra fara í geldstöðu og þeir væru þá að mjólka mikið úr þeim á dag og þeir svörst 35 kíló. Þá voru þeir að stoppa sína framleiðslu. Við erum mjög ánægð ef við náum kúnum hjá okkur í 35-40 kíló þegar það er í hámarki. Bara þetta eitt segir okkur að við keppum ekki við. Þetta er kannski það sem við þurfum að athuga. Við búum hérna á Norður-Hjara með búfjörkinn sem við eigum að varðveita samkvæmt alþjóðalögum og það er bara spurning hvernig við eigum að gera það og hvort að bændum verði afhent það að verka að sjá það. Og þá er það náttúrulega bara að skapa bændum það skilir að það sé hægt. En ég er bjartsýnn á framleiðsluna, ég er bjartsýnn á íslenska þjóð og ég er bjartsýnn á það að við séum skynsamar stjórnmálar sem að stýra náttúrulega landbúnaðarkerfinu hérna dálítið mikið. Að mati Péturs mætti margt breytast til hins betra í landbúnaði og segir hann það meðal annars út af breyttu landslagi í greininni. Áður fyrir var þetta meira lífsstíl, fólk hafði eiginlega ekkert annað að varða sinna búskapnum. Núna er þetta verða meira svona lítil fyrirtæki sem eiga að geta séð þá sig sjálf, svona bú eins og er hérna. Þannig að það ætti að vera möguleiki fyrir fólk að taka yfir svona ef einhver nennir að sinna eða vinna við það. Þetta er svona að verða sérhæfðara finnst mér og einingarnar er náttúrulega að stækka. Það er þurft að stækka til þess að væri betri rekstrargrundvöllur. Svo væri náttúrulega, ég geti haldið langa fyrirlestur kerfið sem við störfum í, en við sleppum því alveg núna. Já, við skulum heldur halda okkur við búskap. En í Hvammi er ekki bara kúabúskapur. Já, við erum með svona 60.000 býflugur. Ég veit ekki hvað það er marga. En við erum með hérna 2 býflugnabú. Já, við erum með býflugur svona 4 ár held ég. Og það gengið svona upp og niður. Aðalega kunnátturleysi kannski hjá okkur. Og íslensk veður svona. Mjög skemmtilega að fylgjast með þeim. Þú er kannski með 20-30.000 býflugur í einhver kassi og þau vinna samt sem ein held. Það vaksa mikið meira sko jurtur upp núna eftir það er sennilega verið duglega að frjóka plöntuna og það er komið óvenjulega mikið vallhumall til dæmis og hvönn og man sér svona breyting á landslæðið. Fáið þið mikið hunang frá þeim? Í fyrra til dæmis var mjög gott sumar, það fikk við yfir 30 kíló. Ég getur bara svo mikið hunang svo það er ágætt að gúffa þetta í sér. Einnig er talsvert á hrossum í Hvammi. Þetta er mitt áhugamál. Það var náttúrulega mitt tómstundagamma þegar ég var yngri og þetta fylgir mann ennþá. Og núna er ég kannski með meiri áhuga á ræktun heldur en kannski beint útröðum og það hefur gengið bara mjög vel. Ég hef bara verið með þau hross sem voru til á bænum þegar ég var yngri. Ég fékk 3 vetra hryssu frá föður mínum og út af henni hef ég bara ræktað öll mín hross. Pétur segir mikinn framkvæmdarhug vera í kúabúskap og að margir þurfa að taka ákvarðanir út af nýjum reglugerðum. Ég vona að það verði ekki of margir sem hætta. En ég vona líka að þeir sem eru að fara að breyta og bæta að þeir geri eins og ég gerði. Ég skipti svolítið harðadiskin í hausnum á mér og hugsaði til lengri framtíðar. Ekki bara redda kannski morgundeginum, heldur að hugsa einhver áratugi fram í tímann. Og það held ég að við tekist eins og í þessu fjósi hérna. Og á þessum orðum endum við heimsókn okkar í Hvamm.